Nýrnaveiki í fiski veldur baktería sem heitir á latínu Renibacterium salmoninarum, en við köllum í daglegu tali nýrnaveiki bakteríu. Sjúkdómurinn þá sem sé nýrnaveiki á erlendu máli Bacterial Kidney Disease og oft kallað bara BKD, en ég ætla að halda mig við sem sé íslensku heitin. Þessi baktería mjög sérstök fyrir margra hluta sakir og ekki síst þær að hún vex hægt og hún oft lengi að valda sjúkdómi ef hún þá yfir höfuð gerir það. Það erfitt að rækta hana, það ekki til neitt bólefni og heldur ekki sýklalyf sem ræður fullkomlega við hana. Þannig að þegar komið að því að ala fisk, þá þarf að huga því að þar berist ekki smit inn í stöðina. Því að það ekki hægt að gera neitt til að útrýma smitinu þegar það einu sinni komið þangað, nema að farga fiskinum og byrja upp á nýtt. Þessi baktería, hún hvarvetna í laxfiskum í náttúrunni, hvort sem að það bleikja, urriði eða lax, en í þeim skilningi sem að flestir leggja í orðið sjúkdómur, þá fiskurinn ekki sjúkur yfirleitt í náttúrunni, heldur ber hann smitið og hann ber það að líkindum oftast nær ævilangt. En ónæmiskerfi fisksins oftast nær að halda því niðri. Þess vegna það þannig að það sem skiptir öllu máli í eldinu, það að koma í veg fyrir að eldisfiskurinn sé í snertingu við villtan fisk eða vatn sem mögulega mengað. Það mikilvægt að hafa í huga að nýrnaveiki bakterían getur búið sig í hrognum og borist þannig milli kynslóða, auk þess að berast milli einstaklinga í fersku jafnt sem söltu vatni. Af þessum sökum hennar leitað í úrtaki af eldisklakfiski á hverju ári. Allur eldisklakfiskur hefur verið laus við smit í áraraðir. Auk þess leitað að smiti í hverri einustu villtri hrygnu sem notuð til undan eldis í stöðvum þar sem seiði alin til sleppinga í ár. Smiti greinist í hluta villtu hrygnanna á hverju ári og hrognum undan smituðum einstaklingum fargað. Við höfum í áranna rás verið með fjöldamörg verkefni hér á Keldum sem hafa verið studd af hinum ýmsu rannsóknarsjóðum, svo sem Rannsóknarsjóði Háskólans, Rannís og AFS, Rannsóknarsjóði í sjávarútvegi. Og við höfum athugað hvernig bakterían smitast, við höfum athugað framgang sjúkdómsins, við höfum kannað hvaða aðferðir bestar til þess að finna bakteríuna í fiskinum og það hefur safnast upp með þessum hætti ásamt því sem gerist úti í náttúrunni og úti í fiskeldisstöðvunum, að þá hefur safnast upp mikil þekking, en samt sem áður það þannig ennþá og að því leyti alveg eins og þegar ég byrjaði að það ekki komið fram neitt notæft bólefni eins og tilfellið með marga aðra bakteríusjúkdóma í fiski og það heldur ekki komið neitt lyf sem virkar. Þannig að einasta leiðin til þess að losna við það að fá þessa bakteríu í fiskinn að viðhafa þær smitvarnir sem duga.